ætla ég að gera súrdeigs pítubrauð, hvorki meira ni minna. Í það nota ég svolítið sérstakt hráefni að sumu leyti, en samt þó ekki. Ég er með hveiti, svo er ég með rúfus, rúsúrinn minn. Svo náttúrulega vatn og mjólk, salt og olíu. Ég er svo venjulega á því að setja vökvann í hrærivélarskálina. Svo setjum ég súrinn í. Súrinn fer í og þessi súr er þannig að hann flýtur ekki alveg. Hann er þyngri heldur en malli minn. Svo höldum við bara þessu áfram. Setjum hveitið í. En sérstaðan er sem sagt að ég er að nota rúfus en ekki malla. Það er að segja rúsúrinn. Það gerir svolítið bragð að það vera með smá rúmjöl í deiginu. Svo fyrir bara krókurinn í þetta eins og venjulega og við setjum í gang og látum þetta malla svona í rólegheitunum til að byrja með. Og þetta þarf að hnoðast í vélinni í svona 6 mínútur. 5-6 mínútur eftir að það er komið saman. Þannig að ég bíð eftir að það er komið saman og svo leyfi ég því að hnoðast í svona það bil 6 mínútur. Ég kem bara aftur þegar að þetta er búið að hnoðast. Jæja, þá er þetta búið að hnoðast hér á frekar rólegum hraða í 6 mínútur og ég ætla bara að taka þetta úr hrærivélinni núna. Einn punktur sem ég ætla að segja ykkur með að nota mjólk. Ég nota mjólk í þetta. Það er sem sagt, í þessu eru 150 af vatni, 150 af mjólk. Ástæðan fyrir mjólkinni er að hún styrkir glútenvefinn. Ég ætla nú ekki að fara að vera ótæknilegur, en glútenið í hveitinu, það er sem sagt vefurinn, glútenvefurinn sem heldur brauðinu svona teygjanlegu og gerir það að verkum að maður getur búið til svona glugga úr því, eins og hérna. Svo hnoða ég þetta örlítið í höndunum hérna áður en ég setja í skálina með olíu. Kem aftur, þetta er búið að standa í klukkutíma rúman kannski. Það var pítudegi búið að standa í klukkutíma og hefur aðeins svona sprúsast upp eins og ég segi stundum. Og það sem ég ætla að gera núna er bara einfallega að taka það og skipta því niður í 6 mismunandi, eða 6, ekki mismunandi, ég ætla að skipta því niður í 6 stykki. Það bil 150 gram stykkið, 150-60. Það er alltaf betra að kveikja á vigtinni áður en maður byrjar að vigta. Svona. 6 stykki og svo bara ger ég kúlur úr þessu. Ég ger þetta svona. Ég bara þetta kúlur, það er hægt að gera þetta líka eins og ég hef sýnt ykkur með því að bara setja undir og þá ertu komið með kúlu. Svona, þá er þetta komið í kúlur hérna og ég ætla að leyfa þess að standa í svona 5-10 mínútur. Kem aftur þá. Pítubrauðin er búin að standa núna í svona 10 mínútur hérna í kúlum á borðinu og ég ætla að setja bara svolítið, ég nota alltaf hrísmjöl, það er mjög þægilegt en það er hægt að nota hveiti líka. Þannig að ég ætla að fletja þetta út hérna í svona sæmilega stór pítubrauð. Þykktin þá að vera svona, veit ég hvað ég að segja, 5 millimetrar cirka. Sjáum svona cirka stærðina. Ég ætla að gera 2 tilraunir. Annars vegar að baka þetta, eða sem sagt, baka þetta, steikja þetta á pönnu og hins vegar að baka þetta í ofni og sjá hvort það er einhver verulegur munur þar á. Og við bara fletjum þetta allt út og setjum þetta svo í bakstur. Ég er með hérna hellu og pönnu sem ég ætla að baka á og byrjum á því bara. Við skulum bara pröfa, sjá hvað gerist.
Það þarf að finna rétt að hitastig líka, svo þetta brenni ekki. Þá erum við búin að hleyta þetta allt út og nú er bara að sjá hvað gerist. Það setja 2 á plötu og bíða þangað til ofninn er komin upp. Gera hérna eina tilraun með eitt brauðið, þynna aðeins meira, stærra, sjá hvað gerist. Svona. Það gerist nú ekki það sem ég ætlaði að fá það til að gera. Það er að púffa upp og koma með svona loft á milli. En við skulum sjá hvað gerist. Það er alveg ljóst að þetta virkar betur í ofninum heldur en á pönnunni, þannig að ég ætla bara að slökkva pönnunni og baka restin í ofninum. Þetta er það sem ég er að tala um. Komið svona alvöru bolti út úr ofninum. Það hefur komið vasi til þess að fylla í. Nú erum við að tala saman sko. Niðurstaðan hjá mér var sem sagt svo að ég bakaði þetta í ofninum. Hellu pönnusystemið, það er ekki alveg að virka. Og svo átti ég svona hring til þess að stinga út og ég minnkaði þær töluvert með þessum hring. Þannig að við skulum bara aðdáða hvort við finnum ekki tómarann hérna. Fína, góða tómarann. Þessi hringur er 11 cm, 11,5 cm í þvermál. 11,5. Þannig að ég fékk út úr þessu sennilega hægt að taka 10 stykki úr þessu degi sem ég lagaði. En ég ætla að klára að baka þetta og kem bara þegar þetta kemur út úr ofninum. Nú er ég búinn að baka þessar sem ég minnkaði, píturnar sem ég minnkaði, þar að segja. Þetta þið vitið það, ég er í pítubrauðavídeó og kennslu eitthvað. Ok, en ég ætla að taka þær út, þær eru tilbúnar. Og eins og sjáum á, þá er það púffað upp mjög skemmtilega. Og eru svona gullinbrúnar. Ég bakaði þetta á 240 í svona 12-15 mínútur. Þetta fer náttúrulega eftir ofninum. Ofnar eru mismunandi. En ég notaði blásturinn og 240 gráður. 12-15 mínútur. Svo ætla ég aðeins að sýna ykkur á eftir hvernig við fyllum í svona pítu og þetta er alveg hrikalega gott. Það var nú einhver sagt yummy eða eitthvað svoleiðis eða nam þegar ég sáu þetta. Þvílík snilld, þetta er hrikalega gott. Þetta var pítubrauð. Ég ætla bara að benda ykkur á að ef þið viljið subscribe, smetla á hausinn á mér og svo eru 2 vídeó hérna líka. Takk fyrir að horfa. Gangi þér allt í haginn.